Já, við höfum áhuga á orkukreppunni í Evrópu og ætlum núna aðeins að beina sjónum að nágrönnum okkar í Noregi og Eyjólfur Ármannsson, þingmaður Flokks fólksins, hann hefur búið í Noregi síðan 2011 og staddur þar núna. Hvernig slær þessi orkukreppa norðmenn, Eyjólfur? Já, hún slær þá mjög illa og það eiginlega krísa pólitísk krísa og líka krísa í kreppa í Norður-Noregi, þetta út af svo háu raforkuverði. Og þingið var kallað saman til neyðarfundar nú í september til að ræða málið og það má segja sko að verðhækkanir í Suður-Noregi sem tengt við innri markað Evrópu, raforkumarkaðinn, að þar hefur verðið farið upp öllu valdi og það hefur verið kvart undan samkeppnismun á milli Norður-Noregs og Suður-Noregs og svo bara verðið það er bara sama verð á meginlandinu. Er verðið í Suður-Noregi svimandi hátt á meðan það helst svona normal í norðurhlutanum? Já, það hefur aðeins farið að hækka en það er að því að sko Norður-Noregur, svona norðurhluti Noregs, hann er ekki tengdur inn á markaðinn. Þannig að hann er ekki inn á evrópska griddinu og segja það. Það er það bara verið svipað á Íslandi? Já, eitthvað slíkt sko, það er eitthvað svipað verð sko, en það sem er að gera sko, þeir gerðu straumkafla nýlega fyrir nokkrum árum til Þýskaland sem held að vera Hollands líka og hann eykur afkastagetunar inn á Evrópu alveg gríðarlega mikið og það hefur leitt til gríðarlega verðhækkana sem í Evrópu út af ýmsum ástæðum sem þá stríði í Úkraínu og svo ekki síst líka, ég kalla að segja bara orkustefna Þýskalands. Þeir að vera að loka kólaraforkuverunum sínum og svo kjarnorkuraforkuverunum sínum og nú svo komið að við byrjum bara því að orkunotkun ESB á ári er 20.000 teravattstundir. Raforkunotkun þeirra svona 3.500 teravattstundir. Norðmenn selja 15 teravattstundir inn á markaðinn. Og allir sjá það að 15 teravattstundir inn á 20.000 teravattstundir markað er ekki neitt. Ekki heldur inn á raforkumarkað sem 3.500 teravattstundir. Þannig að skiptir engu máli fyrir ESB-markaðinn en við sjáum afleiðingar hins vegar í Norður-Noregi. Og það eru gríðarlega hækkanir á raforku af því að markaðurinn Áttu ekki við Suður-Noregi? Suður-Noregi. Að markaðurinn þar háður verðinu innan ESB á innri markaðinn. Hvað er þetta mikil hækkun, Eyjólfur? Hvað er verið að hækka mikið? Mörgföld hækkun, sko. Ég var ekki alveg með tölun á hreinu. Þetta er 5-föld kannski eitthvað svoleiðis. Ég þori ekki alveg að fara með það, sko. Þannig að til þess á Íslandi, ef einhver ætti að bera þetta sama við sem að borga kannski 15 skall á mánuði í orku, að hann geti verið að horfa á 60-75 skall. Já, ég hef heilt hærri tölun á það. Sko, en ég get bara tekið dæmi hafa tekið með fyrirtæki Spettal í fjárfestinni sem var í NRK daginn sko, mjög þekkt svona debattprogram, þetta heiti Debatten umræðisþáttur, hann var að ræða við orkumálráðherra Noregs og þá tók hann dæmi að þetta er svona auðkýfingur fjárfestir, hann sagði hann væri stjórn fyrirtæki í Suður-Noregi að þeir borgu 3 milljónir yfir raforku á ári norska krónu og það var komið 50 sko. Og hann sagði fyrirtæki 50? Já, hann nefndi alveg 50 frekar en 15 sko. Það var raunverulega ekkit eitthvað sko sem að hann sagði fyrirtæki gæti ekki keppt við Kínverja og Japans á þessu markaði. Þú sagði að það hefði verið neyðarfundur í Stórþinginu og þetta er mikið í deglunni í umræðinu í Noregi. Hvað eru menn að tala að sé hægt að gera? Sko, ég sá nú Ernu Solberg og hann Störe, hann var í Arendal vikunni, alltaf svona vika svona í byrjun haustsins sem er svona pólitískur svona ráðstefna eiginlega innan Noregs, pólitíkur svoleiðis og þau töluðu þetta. Ég var bara mjög hissa á hvað þau voru eiginlega máttlaust, þau voru ekki með neina skýringar á þessu. Og það er alveg rétt sem að hefur komið fram eins og hjá Spettal en Noregur stjórnar þessu ekki neitt. Það eru 4 einstaklingar á vesturhluta Oslo frá Acer, frá Orkustofnun Evrópu sem fylgjast með því að Norðmenn sé ekki að svindla á orkumarkað Evrópu. Þannig að þetta er ekki í þeirra völdum. Þetta er vel að þeir samþykktu 3. orkupakkann, þá samþykkja það að þeir eru tengdir markaðnum og þeir stjórna því ekki hversu mikið þeir selja raforku yfir landamæri. Það er ekki til að ákveða það. Þetta er bara frjálsar vöruflutningar. Þú tókst þátt í starfi Orkan okkar hérna á Íslandi sem var á móti orkupökkum Evrópusambandsins. Þið langar að segja núna svona I told you so.
Þetta Já, það sem að gerist. Já, ég get sagt það. Þetta nákvæmlega sem að gerist. Það var alveg, maður sér það bara þegar maður skoðar raunverulega orkupakkan. Já, ég var nú heima hana 2019 í páskafrí, ég skildi aldrei að tala svona illa um fólki sem var á móti orkupakkan, þannig ég las þingsályktunartillöguna og ég sá bara, það ekkert hér. Og svo, hvernig var að skrifa bara grein um þetta. Ég sendi hann inn og var með þess að fara að laga hann eitthvað eftir og þá bara búm, beint á miðáttum Morgunblaðsins og hún vakti athygli og svo byrjaði boltinn að rúlla og ég fór að pæla meira í þessu. Og því meira sem maður hugsar um þetta og sér þetta, þá sér maður að þetta bara á alls ekki við Ísland. Það algjörlega kristaltært. Það var ekkert samið um þetta EES-samningnum, það var samið um orkusamvinnu, ekki eingöngu orkusamband. Reynilega orkusamband Evrópu eiginlega til með Lissabon 2009, Lissabon Treaty. Það uppfæst á ESB sem öll ríki ESB þurfa að samþykja, en það var enginn sem samþykti okkar megin, sko. Noregur, Liechtenstein og Ísland, þeim fengi ekkert með þetta að segja. Og svo bara keyrðir orkupakkar til að búa til hann innri markað og það alltaf verið að uppfæra það raunverulega í orkupökkum. Orkustefna Evrópu sambandsins innleidd með orkupökkum. Og síðasti var svona eins konar hornsteinn að þessum innri markaði, þá kemur orkustofnun, það var samráðshópur áður og svo komið orkustofnun Evrópu og þeir með deild í orkustofnun Íslands og við lögfestum innleiddum lögum, ESB-lög sölu og raforku yfir landamæri. Við seljum ekkert yfir landamæri samt. En fólkið í Suður Noregi, það heima hjá sér og með orku sem búin til í Noregi og notar orku sem búin til í Noregi og tengist Rússlandi ekki neitt, það ekki gas sem kemur frá Rússlandi, þetta ekki rafmagnsfabrikur sem knúðar áfram á gasi eða olíu frá Rússlandi. Hvernig stendur á því að rafmagnsreikningurinn á þessu fólki hækkar því að það ekki framleiðslukostnaður á rafmagni sem notað hefur ekki hækkað neitt? Það að því að orkumarkaður Evrópu, hann svona svolítið búinn til eins og hlutabréfamarkaður heila, sem ég tel vera, þú veist, maður skoðar þetta ber saman hlutabréfamarkað og raforkumarkað, þá grundvallar munur þar á. Og hver munur? Jú, það það, hlutabréfamarkaði, þá ertu að kaupa eign, þú veist, að kaupa eign sem þú getur selt áður. Það grundvallar munur, þetta neysluvara, rafmagn neysluvara, þú kaupir enda neytandinn, hann þú notar raforkuna og þú getur ekki selt hann aftur, ekki rétt. Og markaðurinn, raforkumarkaðurinn ESB, það heilsali að selja smásala. Þannig að 2 seljendur að kaupa. Og það einhverlega ekki, þú veist að þetta bara svo leiðsland, sko, Breiðaleiðslands og kaupa minni smásalanir. Og þeir endaverði sem borgar þetta, það neytandi sem neytir þetta, hann getur ekki selt þetta aftur sem hlutabréf. Og verðmyndunin einhverlega svona marginal prís eða jaðarverði, senasta hæsta verðið. Það setur verðið, alveg svo hlutabréf. En samt alltaf verið að selja allt. Þetta verður svo hlutabréf, við getum svona sagt kannski svo hlutabréfmarkað, það alltaf verið að selja allt fyrirtækið. Raforkumarkað alltaf verið að selja þetta raforku, svo bara hverfur, hún ekki til lengur ekki. Þannig að ástandið þannig að raforkuver sem knúin áfram af gasi eða olíu frá Rússlandi, að það hækkar verðið vegna þess að það skortir olíu eða gas eða það bara verðara og þar með hækkar verðið á vatnsaflsvirkjunum, á vindmyllum, á sólarrafhlöðum, á kjarnorku sem að raunverulega kemur stríðinu í Rússlandi bara ekkert við. Nei, ekki neitt, sko. Skiptir engu máli. Það sko, hæsta verðið, það setur markaðsverðið, alveg svo hlutabréf. Þannig að þá það 1000 kall verðið og þá var öll hlutabréf mín og 1000 kall, þau myndu dempa öllum á markað. En þetta hverfur það enn notkun, sko. Það engin breyting á framleiðslukostnaðinum á rafmagninu sem notaði í Suður í Noregi, en skyndilega það orðið 5, 6, 7-falt dýrara vegna þess að það dýrara að framleiða raforku með rússnesku gasi. Já. Og það raunverulega líka þannig að á hlutabréfamarkaði þá það alltaf áhættan, risk and return, áhættan að kaupa hlutabréfið, meðan þú kaupir áhættusömu fyrirtæki og þá gerur ráð fyrir hærri ávöxtun. Og svo kaupir í öðru hlutabréf, þá það lægri ávöxtun, það lægri áhætta. En hérna eiginlega áhættan, sko, ég veit eiginlega ekki alveg hvernig að reikna áhættuna inn í verði. Þetta eiginlega bara framboð eftirspurnarverð. Og þá það bara hver sem kaupir síðast ákveðnu verði, það setur markaðsverði.
og það ber þetta saman, ég finnst þessi markaðshönnun og það greinilega, þeir ætla búin að segja nú þegar, þeir eru komin í neyðar íhlutun á markaðin og þeir ætla sér í svo gott structural reform. Þið sjá að þetta kerfi núna þeir ætla að breyta hérna, setupin á markaðnum, ekki bara að henda inn peningum til þess að bjarga smásölu fyrirtækinu frá því að fara á hausinn vegna af framvirkum samningum sem það gett við neytendur. Já, það eiginlega bara endur hana módeli fyrir markaðin, má segja. Þið sjá að það bara sprungið og verði ríkur alveg upp. Og það held ég, sko, mér sýnist það, ég hef ekki spóðið þetta alveg svona fræðilega, djúpt fræðilega, en mér sýnist að þetta sé byggt á með sömu teórium og á hlutabréfamarkaði. Sem er kerfi sem að menn vilja leggja af, menn vilja leggja það kerfi af núna. Já, allavega með sko þeir allavega fara í endurskipulagningu í grunninn, structural reform, en hún hefur sagt að von Leiden að það veri gert og þjóðverðin alveg ákvæður það. Og raunverulega allt kerfi núna, markaður orkusambandsins, hann byggir á því að, sko, ég vil meina það hann að þjóna Þýskaland og þessum stóru ríkjum. Þjóðverðir hafa byggt á því að kaupa ódýra raforku eða ódýra orku frá Rússlandi og svo þeim orkustefnuna. Og þar klárt mál að þar bara sérstaklega sjóður til að tengja jaðarsvæði. Ég man að því skoða þetta fyrir nokkrum árum, þá var Æsling þar inni. Þannig að þeir segja að það ekki viðskiptalega hægt að tengjast í jaðarsvæðum, en við getum styrkt ykkur til að tengjast í jaðarsvæðum. Og til þess að tengjast inn á innri markaði. En við erum hins vegar sko að nota okkur innri markaði með að selja upprunaábyrgðir. Við seljum 87% við nokkur mánuðum, þá voru að selja uppruna 87% á raforku á Íslandi á pappirum búið til úr kolum, kjarnorku. Og þá Landsvirkjun að menga sko. Landsvirkjun seldi fyrir milljarði fyrra slíkar uppruna. Þannig að hvatakerfi til að fá fólk til að gera endurnýjanlega orku, en þá má segja að þýsk og frönsk fyrirtæki og belgísk að nota eða skreita sem í íslensku fjöðrum og segja að okkar vara búin til úr íslenski raforku á meðan búin til úr kolum. Ég man það kom eins Belgi fyrir fram að stjórnara var að mæta í fyrra og það var einstaklingur sem var með fyrirtæki sem var að framleiða vistan orku. Hann sagði, ég get ekki keppt við þetta er svo ósanngjarnt. Það hefur bara aldrei verið reynt á þetta fyrir dómi. En ég held að sko að markaðurinn sjálfur núna í Evrópu, það alveg klóst að hann alveg sprunginn sko. Og normenn að súpa segið af því að hafa samþykkt Acer, þriðja orkupakkan, og það líka, maður sér það líka bara pólitískt, miðflokkurinn að Senterpartiet, hann mjög tapar mikið og stjórnin óvinsæl. Þannig að fólk sætti sig ekki við þetta og ég meina það var, sko á Noreg, það var upphafi síðustaldar, eftir 1900, það voru Þjóðverjar, Frakkar og Svíar, þeir voru að ásælast vatnsföllin þeir voru kerfisbundið að gera, að sækjast í vatnsföllin, svo ákváðu normin, nei, við ætlum að stjórna þessu sjálf, við ætlum að gera þetta okkar fyrir okkur og þeim tókst að byggja fyrirtæki svo Hydro, Elkem og Yara, sem stórfyrirtæki á heimsvísu, allt ódýr orku. Og lífi norður, það sagt að eins og Spettalinn og fleiri, það bara sagt að lífi í þetta í Norður-Noregi og í Noregi, það byggir á ódýr orku. Það alveg sama í okkur. Íslensku blómabóndi getur aldrei keppt við þýska Siemens eða BMA, það bara útilokað. Og markaðurinn, þessi 15 teravattstundir sem normenn að selja inn á markaðin, þau fara upp í 30 teravattstundir, það myndi ekki skipta neinu fyrir 3500 terawattstundar raforkumarkað, hvað þá 20.000 pluss teravatta markað, skiptir engu máli. Það myndi skiptir eins og öllu fyrir Suður-Noregi núna. Þannig að þau bara starðin þannig og þeir hafa núna uppgötta greinlega þessi markaðshönnun sem fór í með þriðja orkupakkanum, hann ekki hægt að ganga upp. Nei, sem eiginlega svona sýndarmarkaður, það sem hefur verið reyna að búa til markað í framleiðslu sem eiginlega engin markaður, sko. Já, það hefur verið að keyra framleiðsluna, að vera auka framleiðsluna, svo að þetta utility eða raforkan, hún að vera aukin framleiðslu á því. Og það út af það gengur að þessu leikur, en þú getur búið til sama kerfi með vatn, sko. Það ekkert mál. Meðan þú bara einhvern sem selja vatninu á kerfið og það hefur verið að selja raforku inn á kerfið, þá skiptir ekki máli, þetta alveg skiptanlega vara, skilur. Skiptir ekki máli hvort að raforkan komi kjarnorkuveri eða vatnsfallið, það notkundin gera. Það eins og það ímyndalega síðan skiptir máli og við höfum selt okkar ímynd til Evrópusambandsins
sem þá með þessum afleiðingum að við vorum síðast tölur sem var 87% á íslenskri raforku búin til úr kolum og kjarnorku. Heldur að Pútín sé að fella orkustefnu Evrópusambandsins? Að það leiði til þess að það ekki hægt að reka þessa stefnu áfram? Já, ég meina það klárlega gerast í Þýskalandi, þeir eru að skrúa fyrir Nord Stream 1 líka og þýskur iðnaður keyrður áfram á ódýrri orku. Það verksmiðjur þar sem eru framleiða efni til þeim sem hefur gríðarlega áhrif á annan iðnað, hann í norð, man ekki alveg hvað heiti, ég held að sé Siemens sem eigin eða BASF, þetta allt keyrt á ódýrri orku. Þannig það alveg fyrir sem alveg krísa í haust og vetur. Það alltaf mennir að undirbúa sig til það núna, alveg á fullu. Hvernig það verður á endunum, það fer eftir hversu harður vetur þetta verður alveg slíkt. En Þýskaland núna í eins konar svona endurskoðun á þessu öllu saman, bæði afstöðun til Rússlands, Kína og líka orkustefnuna. Og það endurspeglast í Brussel. En við erum hlut af þessu, það það sorglega reynilega og það haldaði fram að við ráðum sjálfa að gera að það komi sæstringur ekki. Það vita það allir sem skoða það var bara til heimabrúks. Og það svona svipa, við leyfum frjálsa flutning vöru eins og við höfum leyft og neitum svo að byggja vöruflutningahafnir. Það brot á EES-samningnum. Alveg saman, við leyfum frjálsa flutningur raforku teoretist í gegnum leiðslur, en neitum svo að gera sæstringin og það klárt brot á prinsipinu frjálsa flutningur raforku sem vöru. Við sömdum bara aldrei þetta. Við sömdum með orku samvinnu en aldrei orku samband. Eyjólfur, takk fyrir að koma hérna við rauðaborðið. Við erum að fylgjast með orkukreppunni í Evrópu, stöldur núna við í Noregi og þú gafst okkur ágætlega einsýnin í það og sömuleyti málflutning ykkar í orkunni okkar. Já, takk hérlega fyrir. Takk hérlega. Takk. Herðu, þá ætlum við hérna rétt eftir augnablik að fara eiginlega á næsta bæ sem í Danmörku, þar Maríanna Friðjónsdóttir, en hún ein af þeim sem stendur fyrir undirskriftasöfnun vegna máls Erlu Bolladóttur.